við skulum bara fara að leggja af stað. Þetta námskeið, örstutt, þannig að það má ekki eða miklu tíma í að bíða. Þannig að fólk kemur þá bara inn og getur þá bara séð upptökuna. Ég tek það fram, hér allt tekið upp og þannig að ef að þið viljið ekki að koma inn eða þess áttar, að þá getið þið farið að fundið þið viljið, gerðu svo vel. En allt verður tekið upp og jafnvel notað í fræðslu seinna meir. En verið hjartanlega velkomin á þetta örnámskeið á atvikavaktinni, eða frá atviki til lærdóms, eins og við kallum það. En hvað atvikavaktin og hvað erum við að gera og af hverju erum við að skrá slys og atvik? Nú, flest slys eiga sér aðdraganda. Það sjaldan þannig að slys sé bara svona eitthvað sem gerist upp úr þurru lofti. Og yfirleitt einhver aðdragandi og hægt að sjá það fyrirfram. Og fyrir hvert alvarlegt slys verða oft fjöldi minni óhappa, jafnvel nær atvika þar sem jafnvel einhver dettur en meiðir sig ekki, eða þetta bjargast, þetta reddast, eða þá bara alls konar óöruggar aðstæður sem að gera það verkum að þarna geta orðið slys. Og þess vegna erum við að skrá atvik og þess vegna tölum við atvik. Atvik ekki bara slys, atvik líka þessi sem við stundum viljum kalla næratvik eða nærslys. Þannig að gera það verkum að eitthvað gæti gerst. Og það svo mikilvægt að skrá þetta allt saman. En hvað þá atvikavaktin? Jú, atvikavaktin miðlægt atvikaskráningarkerfi fyrir ferðaþjónustuna, hannað fyrir ferðaþjónustuna af aðilum sem að reka þá halda utan það sem eru þaulreyndir með áratugarreynslu í að halda úti atvikaskráningarkerfi. Og þetta að kostnaðarlausu fyrir notendur, hannað í raun og veru fyrir alla tegundir ferðaþjónustu og verkfæri til lærdóms og úrbóta, fyrst og fremst. Þetta verkfæri ykkar, þetta verkfæri ferðaþjónustunnar, ekki ferðamálastofu, svo það sé alveg á skýru. Og þetta ykkar verkfæri til að ná árangri í öryggisstarfseminni ykkar. En hvernig gagnast það ykkur? Jú, fyrir fyrirtækið þá getið þið farið að greina þróun. Hvað að gerast? Eru einhvers konar slys að aukast hjá mér eða atvik að aukast hjá mér? Hvar eru hlutirnir að gerast og hvar eru þeir ekki að gerast og þess háttar? Þetta hjálpar okkur að draga úr slysum. Alveg klárlega. Og þetta ekki nýtt sem við erum að finna upp. Þetta bara þaulreynt og rannsökuð aðferð við það að ná árangri í öryggismálum. Þetta leið fyrir okkur, fyrir fyrirtæki, til að styrkja öryggismenninguna innan fyrirtækisins. Með því að hvetja starfsmenn til þess að skrá atvik, þá hvetjum við þeir til að láta vita af hlutum sem má laga, sem þarf að laga, til að koma veg fyrir eitthvað gerist. Og þar að leiðandi styrkjum við þessa hugsun þeirra að setja öryggið í fyrsta sæti. Þannig að þetta styrkir menningu fyrirtækisins. Og þetta styður við öryggisáætlanirnar. Og sem hluti af öryggisáætlunum á að vera atvikaskráning og hérna fáið þið verkfæri til þess að vinna úr ykkar atvikaskráningnum í raun og veru svolítið sjálfkrafa. Þannig að þið þurfum ekki að fara að handskrá inn öll blöðin sem eru upp í hillu, heldur þetta skila sér sjálfkrafa fyrir ykkur. Fyrir greinina í heild sinni, þá þetta sameiginlegan lærdóm. Við erum að reyna að draga fram sameiginlegan lærdóm. Einhver tilvik sem að aukast eða minnka eða hvernig sjáum við eitthvað svona trend, ef við getum að nota svona ensku slettu inn í. Þetta hjálpar okkur við ákvarðanatökur. Í staðinn fyrir það að horfa alltaf á síðasta atvikið eða bara það sem var í fjölmiðlum seinast, að þá getum við tekið svolítið heildstæða mynd af það sem að gerast í greininni. Og það hjálpar okkur sem í raun og veru grein að vinna betur og með meiri gæðum. Það verður sterkari öryggismenning innan greinarinn í heild sinni og að lokum aukið öryggi ferðamanna. Ferðamaðurinn verður öruggari og þar leiðandi styrkir það starfsemi okkar allra. Nú, ef við setjum þetta aðeins í smá lagalegt samhengi,
þá lög Ferðamálastofu og samkvæmt 11. grein þar skulu ferðaskrifstofur og ferðasala dagsferða hafa öryggisáætlun fyrir allar tegundir ferða sem þeir bjóða fram. Og öryggisáætlun skulu meðal annars fela í sér áhættumat, verklagsreglur, viðbragðsáætlanir og skráningu og eftirfylgni frá atvika. Þetta þar af leiðandi ekki bara góð starfsvenja og mikilvægur þáttur í að viðhalda öryggiskerfin okkar, heldur líka lagaleg skylda og hefur verið það síðan 2018. En þetta hjálpar okkur í það að vera að gera tryggja svona stöðugar umbætur í raun og veru. Nú, aftur svona hvað þá atvik? Hvað telst atvik? Jú, það getur verið slys, eins og ökklabrot í gönguferð eða einhver dettur af hesti eða umferðaróhöpp þess vegna. Svo erum við með eitthvað sem kallast næratvik og það er ferðamaður sem rennur en nær jafnvægi, það meiðir sig ekki, steinn fellur nálægt hópi, það er enginn sem slasast en fólk er kannski brugðið, eða bátur sem missir afl en nær að koma vélinni aftur í gang og skila sig svo í. Það er enginn sem slasast en þarna kemur upp dæmi sem hefði geta leitt af sér slys. Og það það sem við erum svolítið að horfa á sem þessum næratvik til að skrá, en sömuleiðis óöruggar aðstæður. Það er að segja, er handriðið brotið, þá er mikilvægt að skrá það og fylgja því eftir. Er einhver ómerkt hætta? Er það eitthvað sem sjáið sem að gæti valdið slysi og það ómerkt, bilun í öryggisbúnaði eða eitthvað þess háttar. Þetta allt saman hjálpar okkur með því að skrá þetta og hafa eftirfylgni með þessu, þá hjálpar það okkur að halda hlutunum í lagi og gera það vel. Nú, tökum hérna smá dæmisögu. Við erum með hérna Klaus Stofler sem þýskur ferðamaður og hann stendur við strokk og búinn að bíða þær í 20 mínútur eftir næsta gosi. Þegar loksins fer að krauma í hvernum, þá grípur hann upp símann, færði sig eitt skref til hliðar til að ná svona hinni fullkomnu mynd og hvað? Hann stígur á lausan stein. Hann sveiflast með þvílíkum tilþrifum að það hefði komið sér vel út á Ólympíuleikum í lífshlaupi. En sitjað á göngustignum með snúin ökkla og skattastolt. Hann spurði konuna sinni hvort hann hefði náð þessu og hún skoði á símann og brosti, nei, en ég náði fallinni þínu alveg algjörlega. Þannig var þessi heimsóm sérstök. En hérna aftur á móti eitthvað atvik og hvað viljum við raun og veru skrá af þessu? Hvað ættum við að skrá? Jú, skulum aðeins kíkja á það. Nú, samkvæmt leiðbeinandi reglum gerð öryggisáætlana, ef við horfum til þess að þegar slys eða atvik eða nær atvik eða nær slys verður, þá mikilvægt að skrá upplýsingar sem nýtast til lærdóms til úrbóta. Og þá þurfa að skrá meðal annars hvenær atvik á sér stað, hvar var það, hvað gerðist, hverjar voru aðstæðurnar, hvert var veðrið og þess háttar, hverjir koma að málinu, hverjar voru afleiðingarnar, hvaða viðbrögð áttu sér stað, hverjar líklegar orsakir voru fyrir því að þetta gerðist og hvaða úrbætur voru svo gerðar eða verða svo gerðar. En svona í stuttumáli, góð atvikaskráning svarar þessum 3 spurningum. Hvað var það sem gerðist? Af hverju gerðist það? Og hvernig komum við í veg fyrir það að gerist aftur? Og þannig mjög mikilvægt að fá akkurat athugasemd frá leiðsögumönnum með þeim sem voru á staðnum til þess að segja okkur sem að sitjum inn á skrifstofu, hvað var það sem við getum lagað til þess að koma í veg fyrir að þetta gerist aftur. Því að sá sem á vettvangi veit það, sér það jafnvel strax. Og þess vegna svo mikilvægt að við köllum eftir þessum upplýsingum. Og fylgjum þeim svo eftir. En nóg maður í bili þetta, ég ætla aðeins að sýna hvernig atvikavaktin í raun og veru virkar. Og til þess þá ætla ég að opna hérna, sjáum til. Ég þarf að hætta að deila og deila aftur, en það er allt í lagi, til þess að hoppa hérna á milli.
Rítarillero. Sjáum nú til. Nú ætla að sýna ykkur bara hvernig formið lítur út. Og það þá þetta. Hér svona, hérna kemur upp bara í raun og veru, svona hvað við segja, lítur upphaf síðan út. Til þess að komast inn, þá þarf að skrá sig inn með rafrænum skilríkjum. Og nú sjáum við þá símanúmerið mitt sem bara í góðu lagi. Og nú ég komin inn og þannig komumst við inn í kerfið sem slíkt. Nokkur svona bara einföld ef við rennum yfir þetta. Hér munum við sjá öll þau atvik sem skráð og ég tek það fram í þessu hér viðmóti sem ég að sýna ykkur erum við í það sem kallast sandkassin okkar eða svona pröfusvæðið okkar, ekki raunverulega svæði því að ég ætla ekki að vera að sýna ykkur raunverulega atvik. En svona raunveru, hér getum við svo að opnað og sjáum svo bara öll atvik. Við erum með verkbeiðnir og ég kem að því á eftir. Hér fyrirtækið og mælaborðið og svo bara kerfið. Hér eru svona almennar upplýsingar og hér svo frekari leiðbeiningar. Þannig ef það eitthvað sem þið eru óvissum hvað á að gera og hvernig á að gera, að þá er hérna stuttar leiðbeiningar hvernig þið skráið í kerfið og þess að það. Og ef það eitthvað sem þið sjáið sem að kerfinu, þetta nýtt kerfi, það muni vera barnasjúkdómar í kerfinu, ég segi það bara strax, og þess vegna mikilvægt að þið látið vita ef það eitthvað sem þið sjáið sem að þarf að laga. Þannig að endilega setja hérna. Og þetta kemur líka að uppsetningu á skráningarlyklum og þess háttar. Þannig að endilega setja það þar inn. Aftur á logoð okkar þá komum við hérna inn að skráningu. Við ætlum að skrá atvik. Og við ætlum að skrá atvikið hans Klaus og hérna setja ég þá bara inn netfangið mitt. Við erum með það sem kallast svið og deild. Þetta til þess að fyrirtækin geti skipulagt sína skráningu betur. Þannig að fyrirtæki getur þá skráð eða með fleiri en eina tegund af ferðum. Það getur verið með hestaferðir og jeppaferðir. Þá geta hestaferðirnar verið eitt svið og jeppaferðirnar annað svið og svo getur verið með deild mismunandi tegundi ferða. Reiðskóli eða svo bara 5 daga reiðferð yfir kjö, bara sem dæmi. En við veljum hérna bara ferðamálastofa og svo hérna veljum við bara einhverja deild, segjum bara bátadeild, við getum tekið hvað sem í raun og veru, það sem á við. Varum skipulagða ferð að ræða, já, og þá nafn ferðarinnar, þá bara segjum við hérna Geysir, eða bara gullni hringurinn. Hvers konar tegund afþreyingar þetta? Þetta var sem bara gönguferð, létt gönguferð. Gefið ykkur bara smá tíma í upphafi til að þess að skoða þessa lykla. Það er að opna mikið af þess meira og skilgreina það betur ef þið viljið, en það er líka hægt að skilgreina bara gróft. Hversu gamall var viðkomandi? Þetta var Karl, símanúmer viðkomandi og það er þá bara, fyrir ekki, það er viss númer sem við setjum hérna inn, netfang viðkomandi. Af hverju erum við að skrifa símanúmer og netfang viðkomandi? Jú, til þess að við getum náð sambandi við þau aftur eftir atburði. Fylgi eftir hvernig gekk, fórstu og léstu skoða ökklana þér niður á heilsugæslu, allt í lagi, eitthvað frekar sem að þú vilt að við styðjum við, eða ef þetta er ennþá verra en einhver slasast alvarlega, komin inn á spítala, það er hægt að setja sér sambandi við ok, hvernig gengur, þarftu á túlk eða eitthvað sem að við getum gert þess að styðja við þína upplifun. Það innlendur eða erlendur ferðamaður, hvaðan kemur viðkomandi, hérna kemur bara listi, efstir Ísland og svo bara getur skrifað fyrsta staðinn og þá kemur það sjálfkrafa upp. Staðsetning, þetta var samgöngu mannvirki sem er kannski svona formlegt fyrir göngu og hjólastíg. Jú, þetta var á Suðurlandi og þá er spurningin sko, hvar á Suðurlandi, hérna zooma ég bara inn, finn hérna bara hvort ég ná ekki að finna hérna einhvers staðar. Það er sjá, rata hérna hérna einhvers staðar ættum við að vera.
Hér er Gullfoss, já, fyrir ekki. Það er svo var. Hérna erum við. Við erum að skoða það að fá betri mynd, en eins og við sjáum það kemur hérna ágætis uppkasta að hérna, hvað er ég? Ég er bara kolvitlaus stað. Kemur hérna ágætis uppkasta, við sjáum göngustígana og segjum bara já, þetta var hérna á þessum stað á göngustígnum, við ítum á þann stað og þá kemur staðsetningi sjálfkrafa. Hvað gerðist? Viðkomandi steig á öruggan stein og datt. Þá komið bara svona stutt skilgreining, var þetta alvarlegt. Hann meinti sig aðeins, þannig að ég myndi segja minni háttar atvik. Hann er ekki stórslasaður, en hann er klárlega snúið nagli eða brotinn eða eitthvað þess að það. Tegund atviks, þetta er fall, raun og veru á jafnsletti, við getum sagt sem svo. Staðsetning áverka, það er ökkli, meiðsli eða veikindi, hugsanlegt beinbrot eða mar eða bólga og getur náttúrulega verið erfitt að skilgreina beint strax. Hvernig var veður? Það var sól, það var lítill vindur, hitastig var bara hlýtt, skyggni var bjart, yfirborð jarðar var þurrt og stöðugt undirlag. Viljum við bæta við vitni eða sjónarvotti, þá getum við gert það hér. Tillögur á úrbótum, fjarlægja stöðuga steina. Sögum við mynd, veljum, ef við erum í símanum okkar þá getum við farið beint inn í kameru og tekið mynd af því sem við vorum að gera. Nú skulum við aðtöku hvort við finnum ekki hérna bara mynd af Klaus. Alveg að drepast í öklanum. Setjum þetta inn, þetta fyrir bara sjálfkrafa inn, þetta er komið inn hjá okkur. Svo bara sendum við skráningu. Og þá er í raun og veru leiðsögumaðurinn búinn að gera sitt. Nú er skráningin komin inn í kerfið og leiðsögumaðurinn sem slíkur búinn að gera sitt. Förum hérna inn í öll atvik. Hérna er atvikið sem við vorum að setja inn. Þegar að sá sem er skráður er raun og veru öryggistjóri eða jafnvel eða deildarstjóri í kerfinu hefur svo aðgang að öllum skráningum viðkomandi deildar eða sviðs eða þá fyrirtækis eftir því sem við á. Þetta er svona réttinda hierarkía, svo mætti segja. Þannig að það er hægt að skipta því upp, en það getur líka bara verið öryggistjóri sem hefur þá aðgang af sínu fyrirtæki og þið hafið þá aðgang að öllum þeim skráningum sem er innan ykkar fyrirtækis sem leiðsögumaður og ekki með neinu réttindi, þetta skráningarréttindi, þá sé ég bara mín atvik, það er svo þau atvik sem ég hef skráð. Ég sé ekki hvað nonni leiðsögumaður sem er líka að fara ferðir er að skrá. Heldur sé bara það sem ég er að skrá. Hér kemur svo bara skráningin upp eins og ég var að setja inn hérna áðan, en það kemur svo svona smá viðbótar sem það farið fyrirbyggjandi aðgerðir eftir atvikið eða slys. Já, ábending send á landverði. Var farþeginn boðin áfellihjálp? Nei, við töldum ekki þörf á því. Voru gerðar einhverjar ráðstafanir fyrir aðra þátttakendur? Nei, það var raun og veru ekki gert. Önnur atriði sem þeir þurfa að koma fram, við þurfum ekki að skrá inn eða viljum ekki. Flutningur af slysstað, jú, hann fór sem sagt með sjúkrabíl, hann er með meðferð hjá heilsugæslu, slys, tilkynnt lögreglu, nei, kom lögreglu á staði, nei, var kallað eftir lækni sjúkrabíl, já, var tryggingafélag tilkynnt, já, og með tímanum gæti ég vel komið hérna inn tilkynna tryggingafélagi, þannig að fyrirtækið getur ennum bara ítt á takka hér og þá fer atvikaskráningin til fyrirtæki, til tryggingafélagsins. Þannig að tryggingafélagi er þá komin með allar upplýsingar. Ef að viðkomandi ferðamaður ætla svo í mál við ykkur. Skiljið, þannig að það er hægt að nota kerfið þannig. Það er líka hægt að bara prenta út PDF atvikaskráninguna og senda hana handvirt til fyrirtæki, til tryggingafélagsins.
Voru fjöldi slasaðra, það var bara 1. Voru fjöldi í hóp, já, það voru 24 í hópnum. Staða, nú þetta bara komið í vinnslu, ætlaði að setja þetta í vinnslu vegna þess að ég átti að senda ábendingu á landeigendur sem í þessu tilfelli þá er þá náttúruverndarstofnun í raun og veru, og þá fer ég hérna bara í skrá og þá skrá ég það sem ég var að bæta við. Þetta er smá stund að vinnast, en svo get ég í raun og veru búið til verkbeðinni. Það er að segja, þarna voru óstöðugi steinar sem við teljum að þurfa að fjarlægja. Þannig ég get skráð verkbeðinni og sent hana á landverði á Geysi. Hérna er skráð atvik, það er komið inn. Við getum farið hérna í öll atvik. Afsakið, þetta er pínu hægt í augnablikinu af því að við erum í svona sem kallast sandkassanum. Kerfið sem slíkt virkar mun hraðar. Það er mun sterkari vél bak við það. Við getum farið hér og búið til verkbeðinni sem var plúsin hérna lengst til hliðar. Íta á það og þá kemur upp í raun og veru form varðandi það hvernig ég vil skrá þetta, eða hvert ég vil senda það. Þetta er pínu hægt augnablik, þannig kemur þetta á. Og þá kemur hérna bara strax af hverju og á hver það er sem er að senda raun og veru og hver tengiliðurinn. Titillinn er stórir óstöðugir. Hvað er þetta? Ég er ekki alveg að kunna skrifa í dag. Svona. Og svona, hérna setjum ég bara einhverja frekari lýsingu. Og á hvern vil ég senda þetta? Ég vil senda þetta bara til dæmis á landverðir Geysi. Landverðir Geysi.is. Og ég get sett hérna mynd eða bætt við skrá eða eitthvað þess áttar, einhverju frekari lýsingu eða eitthvað svoleiðis og svo bara sendi ég verkefnina. Fyrir ekki, það má vel vera landverðir að Geysi frá tilkynningu frá mér, við sjáum til. En hérna, já. Og þá er þetta bara komið inn og þetta er komið í bið, við erum að bíða til staðfestingu, þegar kemur svo staðfestingu frá landverðin, við erum búin að taka steinana, og þá fer ég bara aftur inn í og breytir sér í lokið. Þá er þetta atvik búið. Nú, við sjáum hérna í fyrirtækinu og hérna kemur raun og veru helsti kosturinn að mínum mati fyrir fyrirtækið. Fyrir utan það að skrá allt saman, þá er fyrirtækið að vinna fyrir okkur allar okkar skráningar og skilar okkur í mælaborði. Þannig við sjáum hvernig hlutinir eru í raun og veru að gerast innan okkar fyrirtækis og við getum dregið út helstu myndir. Hérna sjáum við, það eru komnar 28 skráningar, það eru 7 alvarleg, 26 í bið eða í vinnslu og það er búið að loka 2 þeirra. Og við sjáum hérna hvað er alvarlegt, hvað er meira háttar og hvað er svona minna háttar atvik. Við sjáum atvik eftir mánuðum, við sjáum eftir landshlutum, hvað er að gerast hver og ég íti hérna frá Suðurland og þá breytist mælaborðið bara út frá Suðurlandi. Það eru bara karlar sem að slasast á Suðurlandi bara sem dæmi. Svona getum við nota þetta kerfi og það er, íti bara aftur á það, það fer það tilbaka. Við erum með hérna falla jafnsléttu, þau eru gerast á Suðurlandi og Vestfjörðum. Þannig að, og líka við fáum kort af því sem er að gerast. Þannig að ef staðsetningin er sett inn í atvikið, þá sjáum við hvar atvikin er að gerast. Við sjáum það, það eru hérna 3 atvik á Geysi. Það þýðir ekki það að það sé allt í messi upp á Geysi. Bara alls ekki. Það þýðir það að menn eru að skrá á Geysi. Og þetta hjálpar okkur þá til að finna út hvað það er. Og hérna getum við farið yfir, ítt á takkan, þá kemur hérna, ok, Gullfossferð, minnáttar-atvik, falla jafnsléttu, göng og hjólastígur, ok. Og hérna er annað atvik, minnáttar-atvik, það er aftur fjall og jafnsléttu á göngustíg. Það já, hvað er að gerast? Af hverju eru allir að detta á göngustíg á Geysi?
Kannski vegna þess að það eru rosalega margir þar, en kannski ástæða til þess að fara og skoða hvað að gerast. Þannig að svona getum við nýtt þetta kerfi. Hér svo bara kerfið. Við erum með kerfið bæði á íslensku og ensku og það hoppa bara á milli og þið sjáum það fer hérna bara yfir ensku. Ég ætla núna að hætta mælaborðið ég tek að fara mælaborðið í sandkassanum okkar ennþá á íslensku bara. En það er á ensku í raunkerfinu. En ég ætla að hætta aðeins að deila, ég ætla að fara aftur í glærurnar mínar og sýna ykkur það aðeins. Ég með bara örfáar glærur svona í lokin. Og nú þarf ég glæru hérna. Og sjá svona, og hvað segja gögnin okkar? Af hverju erum við að gera þetta og í hvað getum við notað þetta? Jú, gögnin segja okkur til dæmis að hvort að ef að til dæmis 12 og 20 atvikum hjá okkur tengjast hálku, þá er líklegt að við þurfum kannski ekki endilega að þjálfa fólki betur, ekki nema bara að minna á hálkuna, heldur hugsanlega þurfum að breyta leiðinni eða ég vil breyta verklagi, bjóða upp á brodda sem dæmi, að við erum með brodda í bílnum og bjóða fólki annarkvort til leigu eða láns og þannig að fólki standi betur og fastar í lappirnar. Hugsanlega þurfum að breyta upplýsingagjöfinni, koma því betur til skila til farþega að það sé hálka og það er hætta þess vegna. Nú, við fáum tilfinningu fyrir gögnunum í staðinn fyrir það að þetta sé raun og veru bara svona bunki upp í hillu til þess að byrja með sem við þurfum svo að vinna úr, þá fáum við gögnin í raun og veru bara beint í hendurnar og áður við byrjum að skrá að þá var svona, ég hafði svona tilfinningunni að þetta sé að aukast eða þetta hérna sé vandamálið. Núna fáum við gögn sem styðja þetta betur. Við sjáum hvað er að gerast og af hverju það er að gerast. Og þetta er í raun og veru kjarninn í öryggisstjórnun, þegar kemur að öryggisstjórnun. Þetta er hluti af öryggisstjórnun innan fyrirtækisins og þessari öryggismenningu. Lög og reglur segja til það, við eigum að skrá og atvikavaktin getur komið þar svo inn og hjálpa fyrirtækjum að safna upplýsingum á skipulagðan hátt, greina áhættur áður heldur en slys verða, styðja við endurskoðun áhættumatsins. Þegar við endurskoðum svo þá skoðum við hvað er búið að vera að gera á svæðinu og þá getum við uppfært það. Við getum bætt og breytt verklagsreglum og þjálfun fyrirtækisins ef við sjáum það hjálpa til og bara í heild sinni efla öryggismenningu fyrirtækisins. Og í lokin þá er kannski svona bara 3 skilaboð sem ég vil koma á framfæri. Öll atvik skipta máli. Ekki bara það sem að fólk slasast eða slasast mikið. Öll atvik skipta máli. Næratvik eru verðmætustu öryggisupplýsingarnar okkar. Það er benda á hvar slysin munu gerast. Og það sem ekki er skráð er mjög erfitt að læra af. Auðvitað fer það kannski í reynslubunkan hjá viðkomandi leiðsögumanni. En hvernig á fyrirtækið að geta lært af því? Hvernig á greinin að geta lært af því í heild sinni? Og hvernig eigum við í öðrum fyrirtækjum að geta lært af þeim tilvikum? Með því að skrá í sameiginlegt kerfi. Og það er bara raun og veru svona spurning sem ég ætla að skila eftir handa ykkur og það er sko hvað ætla þitt fyrirtæki að gera öðruvísi á morgun til þess að styrkja sína öryggismenningu. Nú vil ég fara vitlaus átt, fyrirgefðu. Svona, takk fyrir. Ég ætla að stoppa hér og enda búið með tímann og opna fyrir spurningar ef einhverjar eru. Annarkvæmt réttu upp hönd en komið svo bara af mute ef það er eitthvað, eða eru með einhverjar spurningar. Nú sé ég það er komið spurning, ég er að reyna að sjá Einar, ég sé að það komið spurning frá þér. Já, takk fyrir þetta. Ég er alltaf fyrir mér sko nær atvik eða sko eitthvað hætta sem að
maður veit ekki hvort það hefur verið, bara hugsa til bílastæðana sem að vera að borga inn á. Já. Og það sem maður að koma, þar sums staðar eru stórhættulegi staðir og holur og það fram til göttunum. Ef maður setur þetta inn, er hægt að pósta það til þeirra sem reka bílastæðin? Já, í raun og veru, með því að senda tilkynningu eða ábendingu inn í kerfinu, þú skráir atvikið og sendir svo bara verkbeiðni, þá getur þú sendt þannig beint á fyrirtækið. Þannig að fyrirtækið þá meðvitað hvað að gerast. Algjörlega. Því að það alveg rétt. Lærdómurinn í þessu ekki bara fyrir okkur, þetta það líka fyrir þá sem að reka þau svæði sem við erum að koma inn á. Þannig að með þessu getum við látið þau vita þetta það sem að gerast. Það þá annað líka er hugmyndin að hafa hafnirnar inn í þessu líka þar sem að taka á móti 100.000 farþega og kerfið í raun og veru opið öllum. Þannig að ef hafninni vilja nota það, þá það opið þeim fyrir sem slíkt. Einhverjar hafnir, einhver sveitafélag að nota atvik undir sína skráningar, sem samskonar kerfi, en sem að raun og veru bara fyrir allt sveitafélagi, þar sem að menn að fólki með sveitafélagi jafnvel að skrá slys eða atvik á skólalóðum og þess vegna inn í kerfi líka, með eitt utan alla sína starfsemi. En það sjálfsagt að nota þetta líka, já. Það svona grái svæði, hver sér, þegar farþeginn kominn í land og að labba upp í bæ, dettur kantstein eða hvað sem já. Þú veist þá, að telja mig segja að það sé ekki, þó að einhver gamalmenni stígi á hælinn á sér og menn detti. Já. Nei, það rétt að það að skoða þetta allt saman, það árið. Já. Árni. Hæ, takk fyrir þetta. Kannski bara 2 spurningar. Fyrsta lagi, er kerfið semst officially komið í loftið? Er þetta að skrá sig? Hitt kannski bara varðandi upplýsingaöryggi, eða semst hverjir væntanlega þeir sem innan eins fyrirtækis eða stofnunar hafa aðgang að þeim gögnum, en hverjir fleiri og hvað er gert við þær upplýsingar og gæti einhver þriðji aðili óskað eftir gögnum úr kerfinu og já. Bara mjög góða punktur. Í fyrsta lagi, og ég bara afsaka ég kom ekki inn á það í kynningunni. Í fyrsta lagi, eignarhaldið á gögnunum í fyrirtækisins. Þannig að þú átt þín gögn. Það alveg skýrt og það alveg skýrt þannig að það gerði samningu þegar menn skrá sig, bara eins og í öllu, að það það alveg skýrt, þú átt þín gögn. Og það ekki mjög sterk öryggisstefna utan kerfið. Gagna öryggisstefna. Til þess að halda að þessu öryggi, eins og þið sáuð, ég þurfti að skrá mig inn með rafrænu skilríkjum. Eina leiðin inn með rafrænu skilríkjum. Við erum að skoða að í framtíðinni verði form sem hægt að skrá inn í og senda inn, þá fyrir aðila sem eru ekki íslenskir, sem búa ekki íslenskir, sem ferðamennina sjálf. Þannig að þeir hafa það mögulega að koma inn athugasemdir. Þeir geta ekki skráða á ákveðið fyrirtæki, þeir geta skráða á ferðamálastofu, og við getum þá komið í áfram á fyrirtækið, en það verður sá aðskilnaður í raun og veru. Palli sem að vinna fyrir fyrirtæki A getur ekki skráð inn fyrir fyrirtæki B. Ekki nema að fyrirtæki B sé búið að skrá hann hjá sér og veita honum aðgang til þess. Þannig að þetta allt mjög öruggt. Og ekkert fyrirtæki sér hvað annar fyrirtæki að gera. Ferðamálastofa fær svo aðgang á gögnum ópersónurekjanlegum gögnum. Við sjáum ekki hvaða fyrirtæki þetta við sjáum ekki hvaða einstaklingar þetta en við sjáum það að það var maður sem að sneri ökklan á sér á Geysi. Skiljið. Þannig að það að draga þann svona lærdóm inn í þetta.
Og því að saman erum við miklu sterkari. Þegar gögnin frá okkur öllum komum saman, þá förum við að sjá sterkari línur. Það hjálpar okkur sem heitir grein og það tilgangurinn að Ferðamálastofu komi þá upplýsingum áfram. Þetta það sem að gerast, þetta svona þetta. Hann Halldór setti hlekk inn í spjallið með að ég held einu á upplýsingarsýningu, hvernig þið skráið ykkur og þess að og þessi QR-kóði sem hérna á myndinni, hann virkar sömuleiðis inn á okkar síðu, ferðamálastofa.is/atvikaskráning eða atvik eða eitthvað þess að þið finnið þetta allavega mjög fljótlega á heimasíðan okkar eða takið bara þennan hlekk. Ég skal svo bara bæta við hérna hver hlekkur sem slíkur þannig að það sé hægt að skrifa hann upp líka. En já, til að svara því Árni, kerfið komið í gang. Og það bara opið fyrir skráningar og bara varsugú, hæfist handa, ef við geta orðað þannig. Einhverjar frekari spurningar? Ef ekki, þá bara, ef það eru með einhverjar spurningar, senda það bara á atvik@ferðamálastofa.is eða öryggi@ferðamálastofa.is, skiptir ekki öllu máli. Og ég þakka bara kærlega fyrir og bara hlakka til að vinna að þessu mikilvæga verkefni með ykkur áfram. Takk fyrir.